Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Í þættinum í dag þá förum við, vítt og breitt. Við ætlum að tala öðruvísi bankastarfsemi. Bankastarfsemi sem byggir ekki endilega á ofurhagnaði eða háum vöxtum eða leik í þessu stóra fjármála spilavíti. Tölum við Anniku Loren sem bankastjóri Ekobanken í Svíþjóð. Þetta banki, lítill banki og hann hefur aldrei tapað krónu á útlánum sínu. Við ætlum að fjalla beint lýðræði. Við vorum með Kristinn Má Ársælsson frá Öldu hér í síðasta þætti að tala beint lýðræði. Nú förum við svona aðeins nánar út í það hvernig það getur verið framkvæmt. Fáum hérna 2 konur frá New York sem að standa í því sem heitir, þetta langt orð, þátttöku áætlana fjárhagsgerð, participatory budgeting. Það þýðir það sem sagt að fólk fær sjálft að greiða atkvæði það hvernig peningum sveitarfélaga borga varið að einhverju leyti. Við ætlum að tala álver, framtíð áliðnaðar við Guðmund Hörð Guðmundsson, formann Landverndar. Hann telur að tími stórra álvera sé liðinn á Íslandi. Við heyrum hann færa rök fyrir því. En við byrjum hérna með ýmis stór mál. Lilja, þú kallar það vöffin 3. Það verðtrygging, vogunar, sjóðir og vaxtahækkanir. Þetta eru svo sem þung og stór mál, en hér eru Þórður Snær Júlíusson, blaðamaður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, alþingismaður, Lilja Mósesdóttir, alþingismaður og Vilhjálmur Bjarnason, lektor. Ég held reyndar að það megi alveg segja að hann sé verðandi alþingismaður. Það má mikið gerast ef hann fer ekki ná þing í kraganum. Við ætlum að byrja á grein sem birtist í Fréttablaðinu í gær eftir Þórð Snæ. Þetta stórmerkileg fréttaskýring og fjallar vogunarsjóðinn Davidson Kempner sem búinn að eignast alveg gríðarleg ítök í íslensku viðskiptalífi eftir hrun, og þetta eru ítök sem ná inn í stórfyrirtæki íslensk, inn í bankana, og menn spyrja svona oft hverjir það eru sem að eiga þessar kröfur á Ísland, og þarna komin grein, vönduð grein sem hann segir frá því að einhverju leyti. Þórður, ég ætla nú bara að biðja að skýra aðeins út fyrir mig hvað stendur í þessu hjá þér? Sko, til að byrja með þá fórum við að vinna út frá þessari spurningu sem þú varst að spyrja hérna. Það margir sem að velta því fyrir sér hverjir eigi allar þessar kröfur. Já. Og ég hef verið að velta því fyrir mér alveg frá niður árið 2010 þegar Gylfi Magnússon birti þá á Alþingi svar við fyrirspurn og birti kröfuhafalista við 50 stærstu eigendur krafna á Kaupþing og Glitni. Þar á meðal var stærsti einstaki kröfuhafan sjóður sem Burlington Loan Management, írskur sjóður, og hann var líka mjög stór í Kaupþingi. Síðar áskotnaðist með kröfuhafskrá Landsbankan og þar voru nokkur sjóðir í eigu þessa sjóðstýringafyrirtækis eða vogunarsjóðs Davidson Kempner á meðal stóra kröfuhafa. Ég fekk síðan vitneskju það og fengi staðfest víða að þessir aðilar eru líka mjög stórir í straumi fjárfestingarbanka sem gekk frá sínum nauðasamningi árið 2010, og síðan þá höfum við verið að heyra af og til af því að það séu aðilar hérna, bæði nafngreindir einstaklingar sem að ganga erindi ákveðna sjóða og ákveðni sjóðir sem séu að kaupa gríðarlega mikið af kröfum á eftirmarkaðina. Og flestir tala þessa sjóði, þannig að við fórum bara einfaldlega að reyna að kortleggja þetta. Það sem kveikti kannski dálítið í því var að við sögum fréttir að því fyrr á þessu ári að Burlington Loan Management var í orðin einn af stærstu eigendum Klakka, eða Existu, gamla sem búið að fara í gegnum nauðasamning, og svo nýlega að þeir hafi verið að kaupa upp hlutabréf í Bakkavör Group af miklum móð. Og það sem við gerðum, við urðum okkur út ársreikninga þessa félags og reyndum að átta okkur á tengslunum þarna á milli. Þar kom alveg í ljós að Davidson Kempner sá aðili sem stýrir þessum sjóð. Þetta eru kúnnar Davidson Kempner sem eiga bréf í þessum Burlington sjóð. Og tengslin eignartengslin hérna á Íslandi eru rosalega víðtæk. Við erum að tala að þeir eru á meðal stærstu kröfuhafar Kaupþings. Þeir eru stærsti kröfuhafar Glitnis. Þeir eru stóri kröfuhafar í Landsbankanum. Þeir eru á meðal stærstu kröfuhafar í Straums. Þetta eru 4 stærstu fjármálafyrirtæki landsins. Og við skulum þá hugsa, hefur það einhvern tíma verið, ef undan skilið eign ríkisins á fjármálakerfinu, víðtæk ítök og eignarhald á skuldum Íslendinga. Svo bein eignaraðild, svo eiga náttúrulega bæði þessi þrotabú eiga fullt af íslenskum eignum. Þeir eiga
í stóðum gamla FL Group sem á tryggingamiðstöðuna, eiga náttúrulega í Klakka, gamla Exista sem á Vís, Síman, stærsta fjarskiptafyrirtæki landsins og Lífís og Lýsingu, eignarlegu fyrirtæki og þetta mjög víðtækt og við settum það upp svona grafískt hversu langt þetta nær í beinu og óbeinu eignarhaldi. Ertu með einhverjar fjárhæðir? Hvað eru mikla fjárhæðir ef við reynum að kasta á það? Við reyndum að stíga bara dálítið varlega til jarðar og segja bara það sem stóð í ársreikningnum Burlington. Við fundum að Davidsson-Kempner 13. stærsti vogunarsjóður Bandaríkjanna og hann með í stýringu cirka 2500 milljarða króna samkvæmt bara upplýsingum úr bandarískum fagtímaritum. Og Burlington Loan Management með útgefin hlutdeildarskírteini upp á $2 milljarða samkvæmt ársreikningi. Ég hef reynda fengið upplýsingar síðan að þetta geti verið meira. Við höfum bara eftir að kanna það betur. En samkvæmt ársreikningi 2011 þá eru fjárfestingar félagsins $2 milljarða sem þá, og af því eru fjárfestingar 38% af fjárfestingu Burlington á Íslandi. Það bara bara sagt frá því ársreikningum að svoleiðis sé það og meðað við þá líklega virði þeirra fjárfestingar þar sem keyptar á í kringum 90 og eitthvað milljarð. En það náttúrulega óljóst að það fullt af fólki hérna á Íslandi sem að vinna fyrir þess aðila eða að lobbya fyrir þá eða eitthvað svoleiðis. Það hlýtur að vera. Já, ég menn það eru náttúrulega, og það er raunlega ekkert leyndarmál að það eru náttúrulega lögfræðistofur að vinna fyrir þá. Já. Og það sem gerir kannski, og það sem kveikti okkar áhuga dálítið sérstaklega á þessu það þegar það var skipuð nefnd til þess að velja stjórn Glitnis eftir nauðasamninga. Það var skipuð 6 manna nefnd sem í sitja meðal annars slitastjórnarmeðlimir og svo fulltrúar kröfuhafa og þar í þeirri nefnd situr fulltrúi lögfræðistofunar sem hefur farið fyrir skuldabréfundum, það segja þessum stóru sjóðum sem hafa verið að kaupa skuldabréf á eftirmarkaði, en líka fulltrúi Davidsson-Kempner. Þannig að þeir virðast vera það stórir að þeir eiga sín enga fulltrúi þessari 6 manna nefnd til hliðar við hina. Og það fórst okkur svona kannski gefið í skyn hversu víðtæk áhrif og eignarhald þeirra hér. Þetta merkilega upplýsingarlinja. Já, og líka það ákveðið áráðsstríð hafið núna vegna þess að það eru margir að vinna fyrir þessa aðila og það hefur verið að tala um það að við ríkið að koma að samningaviðræðum við kröfuhafa þrotabúa gömlu bankana sem ég tel að það eigi alls ekki gerast vegna þess að það ekki skattgreiðendur sem á neinn hátt skulda þessum kröfuhöfum. Þetta eru bara þrotabúin sem að eru þarna með eignir sem að kröfuhafar gera kröfu á. Já. Og ef að ríkið fer að semja við kröfuhafana útgreiðslur úr þrotabúunum þá óttast í það að margir lánadrottnar okkar muni hverfa úr landi þar sem við erum þá farin að semja einhverja skuld sem við skuldum ekki en með því að semja gefum í skyn að við skuldum, að við berum einhverja ábyrgð á þessum skuldum. Þannig og svo annað sem mér finnst mjög alvarlegt í þessu að þessi vogunarsjóðir og til dæmis þessi vogunarsjóður Davidsson-Kempner að hann ber öll einkenni hrægammasjóðs. Fyrsta mikilvægasta einkenni það að hann kaupir upp kröfur gjaldþrota-fyrirtækis. Hann hefur gerði það 2009 og hefur verið ekki bara að kaupa upp kröfur af öðrum kröfuhöfum í Glitni og Kaupþing, heldur líka verið að kaupa sig inn í fyrirtæki hér á Íslandi og sem kemur þá að hinu einkenninu sem að þessir hrægammasjóðir, þó svo þeir borgi bara brota af andvirði kröfunar, oft ekki nema svona á bilinu 4–6%, þá vilja þær fá hana helst að greidda fullu. Það ekki nema til fyrir svona, mestalega 30% af kröfunni inn í þrotabúanum, en það sem að þeir ætla sér augsælega að gera, það að eiga ráðandi hlut í fyrirtækjum sem að þrotabúin eiga og í gegnum ráðandi hlut selja það sem verðmætast í þessum fyrirtækjum erlendis. Fara með hér skip, vélar, flugvélar og selja. Og þannig allavega hóta því að selja. Þannig bæta þeir samningsstöðu sína gagnvart Seðlabankanum sem hefur öll völd það hversu mikið og hvenær verður greitt út úr þrotabúunum.
Sko, það er nefnilega mjög sérstök staða hérna á Íslandi. Venjulega það ríkið sem skuldar, ríkið sem á bankana og ríkið sem þarf að borga út kröfuhöfum. En við erum bara svo heppin að ríkið er ekki skuldbundið til þess að gera eitt eða neitt. Þannig að það er alveg rétt hjá Má Guðmundssyni að Seðlabankinn á bara að horfa á og setja lög það hvernig verður greitt út úr þessum þrotabúum og helst þá þannig að kröfuhafar fái bara rétt fyrir því verði sem þeir greiddu sjálfur fyrir kröfurnar. Vilhjálmur, ertu sammála þessu? Já, ég er ekki sammála því að Seðlabankinn hafi löggjafarvaldið, eins og hún sagði, að Seðlabankinn er að setja lög. En sko málið snýst náttúrulega hlut sem heitir fjármálastöðugleiki. Já. Og þessar kröfur sem að bankarnir stofnuðu til á sínum tíma, þær fóru á markað og hrægamar, eða við getum kallað hrægamar, þeir eru keyptar upp. Og það náttúrulega verður að sjá til þess að hér fari ekki allt á hvolf, hvort heldur á innlendum markaði eða innlendum gjaldeyrismarkaði þegar þrotabú bankana verða leyst upp hvort heldur í þrotameðferð eða í nauðasamningum. Þannig að aðkoma ríkisins verður einhver þó að ríkið sé ekki beinn samningsaðili og ríkið getur ekki tekið á skuldbindingar. Sko ég fæ ekki séð að þessar kröfur sem að er að hluta til og mestuleyti í íslensku, það er ekki til fyrir þessi erlendi gjaldeyri til útborgunar og íslensk samfélag er ekki í standi til þess að framleiða meira kannski heldur eftir 80-40 milljarða íslenskra króna til greiðsluna og fyrir utan þennan stappa sem þarna er og þarna er lýst að þá er hér svokallað jöklabréf að hengja sem þarf að leysa úr og það náttúrulega þurfa að vera hér til tæki og tól til þess að fjármálastöðugleika sé ekki ógnað og til þess nú væntanlega Alþingi hvort heldur þetta eða næsta og tækin og tólin eiga að vera til hér þar til bærum stofnunum. En það er náttúrulega það sem þeir eru að segja bæði Steingrímur J og Steingrímur J segir að við getum ekki flýtt okkur af nema gjaldeyrishöftin. Már Guðmundsson segir það verður ekkert gert nema fyrir en að það er tryggt að stöðugleikanum sé ekki ógnað. Sko þetta verður eiginlega að vera sjálfstætt hagkerfi sem að lítur lögmálum fjármála stöðugleika í okkar megin hagkerfi. Sigríður, er þetta mikið áhugjefni? Já, ég meina þetta mikið alvöru mál. Og líka mér finnst þetta bara það að það sé komið þarna einhver vögunarsuður, þannig að við gleymum því ekki sem á bara svona á Ísland. Sem er bara að eignast Ísland í stórum stíl. Jú, en enga séu við skulum nú ekki... Þetta er ein afleiðing náttúrulega hrunsins. Þetta er afleiðing af hruninu og við skulum bara ekki gleyma því að við höfum nú þó ennþá löggjafarvald í okkar höndum og það hrundi ekki. Já, og það má heldur ekki gleyma því að þarna eru erlendi vogunarsjóðir að þetta eru líka hagsmunir Íslendinga á milli. Það eru ýmsir hagsmunir í þessu máli, en hvað varðar stjórnmálin, þá er ég sammála því þetta er mikið alvöru mál. Það sem lítur á okkur er að fá greinagóðar upplýsingar. Við þurfum að meta, fá mat á því, við sem setjum lögin, hvort greiðsluvanda út af þessu sé að ræða eða skuldavanda. En þetta er eins og Lilja benti á, þetta eru ekki skuldir almennings. Þetta eru ekki skuldir sem að ríki ber. Það sem við þurfum að tryggja er að greiðsluflæði út úr landinu sé innan þess ramma sem að landið þolir. Og það er hlutverk okkar í stjórnmálunum að fá upplýsingar það. Hver er staðan á þessu? Hvað þolum við að greiða út? Þess vegna settum við lögin í mars til þess að hafa stjórn á einmitt greiðsluflæði út úr þessum þrotabúum. Og það er kannski líka ágætt að ítrekka það að Sjálfstæðisflokkurinn lagðist mjög gegn því sem er mikið umhugsunarefni því þarna bjuggum við til tæki til þess að hafa heimil á þessum útgreiðslum. En vandamáli er það að sko eignirnar í þrotabúinu eru 2600 milljarðar, þar að veru 850 milljarðar íslenskar eignir sem eru að mestu leyti í eigu vogunarsjóða
og þessi vogunarsjóður, þeir vilja umbreyta þessum 850 milljörðum í erlendan gjaldmiðil og það alveg augljóst mál að við munum ekki á næstu áratugum afla nógu mikilla útflutningstekna til þess að það sé hægt að skipta sig yfir. Þannig að ég segi það verður að skrifa þessar eignir niður. Það engin önnur leið og það ætla bara að eins og einn þingmaður Sjálfstæðisflokksins lagði til í Morgunblaðinu í gær, Tryggvi Þór Herbertsson, að herða bara á gjaldeyrishöftunum og hafa þau í lengri tíma. Það verður ekki nóg þegar hrægammarsjóðirnir eiga líka í þessum mikilvægustu fyrirtækjum okkar og geta búið sér til samningsstöðu og neytt okkur til samninga við sig með því að hóta að selja eignirnar úr fyrirtækjum. Þannig að það ekkert val annað en að taka á þessum vanda. Samfylkingin lagði til fyrir í vor að við myndum gefa út bara erlend skuldabréf í evrum og losa okkur þannig við þessa erlendu kröfuhafa. Það náttúrulega bara skuldafjötra fyrir komandi kynslóðir ef við gerum það og ég held að sé flestir sammála að það sé ekki leiðin út úr þessu. Eina leiðin sem ég sé út úr þessu, það að við skrifum þetta niður með því að skipta gjaldmiðil og þá erum við ekki að ganga á eignarrétt þessara aðila sem að munu svo sannarlega að draga okkur fyrir dómstóla til þess að neyða okkur til þess að virða sinn eignarrétt. Þín tillaga hefur verið svo að taka upp nýja íslenska krónu eða sem sagt taka upp það sem að þú hefur kallað nýja íslenska krónu. Já, ég sammála sem sérfræðingum á fjármálamarkaði að það þarf að breyta þessum 800 milljörðum sem eru erlendar eignir í þrotabúinu yfir í íslenska krónur, þannig að allar þessar 2600 milljarðar þeir verði bara í íslenskum krónum og síðan verði þetta skrifað niður. Vilhjálmur, myndi það ganga? Ég held að gangi nú ekki að skipta krónu en það ýmis neyðarréttarleg sjónarmið sem að koma til varðandi þetta og kannski miða sama marki og hún að tala Það að segja að það ekki hægt að borga þetta út. Nei. Erlendar eignir ekki til. Þetta væri mjög einfalt ef að upplýsingar sem lágu fyrir þegar bankarnir fóru í þrot, þá voru 45% eignum bankana erlendar eignir. Það var bara ekki þannig. Nei. Það reyndist vera loft. Það reyndist vera loft og það voru sett neyðarlög á sínum tíma og auðvitað var reynd að hnekkja þeim en eins og ég segi, ég fæ ekki betur séð að hér koma aftur til neyðarréttarleg sjónarmið til þess að varðveita hér stöðuleika og það að einhver fyrirtæki sem að hér ganga þokkalega skuldi þessum aðilum að það þarf ekki að vera neitt voðalegt. Hún nefndi flugvélar áðan. Ég veit ekki betur en að lífeyrissjóðirnir eigi mestan hluta Icelandair, þannig að flugvélarnar eru nú í skjóli. Ég veit ekki, var ekki verið að koma eimskip í skjól núna og þannig að það verið að vinna úr ýmsu en eftir situr þessar kröfur og ég ætla ekki að leysa úr því hér á 20 mínútum eða svo. Ég vil bara geta þess að ein helsta fréttin á BBC í vikunni var svo að herskip Argentínu hafi verið kyrrsett fyrir utan Afríkustrendur vegna þess að hrægammarsjóður fékk dómsúrskurð þar að lútandi að það mætti kyrrsetja eignir argentínska ríkisins vegna þess að argentínska ríki hafði ekki staðið í skilum á kröfu sem að hrægammarsjóðurinn hafði eignast á hrakvirði. Og þessi, en samt hafði argentínska ríkið gengið til samningaviðræðna við hrægammarsjóði bæði 2001 og 2005. Þú ert að segja að það gæti komið til alveg blóðubarátta við þessa hrægammarsjóði þegar nauðasamningarnir ljúka þá verður það þarf ekki að skoða sögu þeirra til þess að sjá það svart og hvítt og þeir eru bara, ég meina í síðustu viku voru að kyrrsetja eignir argentínska ríkisins vegna þess að þeir vildi ekki sætta sig við nauðasamninga eða samninga lækkun á kröfunum sem allir aðri kröfuhafar hefðu gert. En það náttúrulega megin munur á að þetta ekki skuldir íslenska ríkisins og verði ekki skuldir íslenska ríkisins og íslenska ríkið. Nei, þess vegna er að auka ítök sín á þjóðhagslega mikilvægum fyrirtækjum. Ég held að við verum nú aðeins að andaðis með niður. Líkt og Vilhjálmur minntist á hana voru sett niðurlög hérna í landinu og inntak þeirra var svo að skipta upp innlendum og erlendum eignum bankana og þrátt fyrir að vissulega hefði hluti af erlendum eignum bankana verið lán til íslenskra aðila, þá voru bankarnir líka náttúrulega orðnir alþjóðlegir bankar. Þeir voru búin að kaupa fjármálafyrirtæki erlendis sem voru með fullt af kúnnum sem hefði verið í viðskiptum þá í mörg ár. Eins og til dæmis Singer og Friedlander sem Kaupþing keypti í Bretlandi og Landsbankinn keypti banka og Glitnir gerði það líka, víðs vegar Evrópu. Og
þær eignir sem hafa voru eftir í þrotabúunum eru að hluta til lánasöfn þessara fyrirtækja að einhverju leyti og sem voru þarna erlendir viðskiptavinir og erlendar eignir sem hafa síðan verið seldar og mér finnst að við verum að gera greinamun á það að kröfuhafnir eigi rétt að nálgast þessar eignir sem ég finnst algjörlega sjálfsagt. Ég held að Íslendingar get ekki þjóðnýtt erlendar eignir þrotabúanna til þess að reyna að leysa sinn gjaldeyrisvanda. Mér finnst það ekki gangu bara út frá svona réttlætissjónarmiðum. Og það má heldur ekki gleyma því að vogunarsjóður ekki eitthvað ólöglega entity, þetta ekki eitthvað sjóræningjastarfsemi. Þetta fullkomlega löglegt, en vissulega þetta bara fullt af eiturkláru fólki sem að reyna að finna sér fullt tækifærum til þess að hagnast alveg óheyrilega. Og þegar þetta farið að ógna strúktúr samfélagsins, eins og maður hefur, ég ætla ekki að fullera svo sé, en það gæti alveg verið með að við hversu ítökin og viðförum íslensku atvinnulífi, það er einhver staði sem við ættum að geta brugðist við. Ég vil bara vara við því að við séum með eitthvað svona einfalt viðhorf gagnvart þessum sjóðum eins og það að þeir eigi rétt á að eignast hluti í einhverjum fyrirtæki sem þeir eiga kröfur á. Vandamálið er það að krafan er bara verðbréf sem er gefið út til þess að fjármagna hlutabréfakaup yfir veðsett, yfir Það var ekki það sem ég sagði, ég sagði að reiðuféð sem eru erlendur gjaldmiðli sem búið að safna saman inn í þessu þrotabúum sem er fyrst síðast endurgreiðslur erlendra lána og sala á erlendum eignum bara eins og í öllum gjaldþrotum, þá eru eigendur krafna sem eiga rétt á þeim peningum. En þessi peningar... Þetta snertir ekki Ísland, þetta er eitthvað eins og Már Guðmundsson hefur sagt sjálfur. Þú ert að segja að vandinn sé kannski ekki óheyrilegur og margir að draga upp. Ég held að þetta sé náttúrulega... 850 milljarðar íslensku eignirnar. Þetta er allskins og vandræðum. En ég held að við getum hins vegar ekki nálgast það sem lausn á öllum okkar vandræðum með því að ætla að fara þjóðnýta eignir. Þetta snýst ekkert að þjóðnýta eignir, heldur að laga verðmæti eigna sem eru of metnar. Það er bara þessar erlendu eignir. Ég tel að það væri fullkomlega eðlilegt fyrir löggjafavaldið og framkvæmdavaldið og eftirlitsstofnanir sérstaklega að bregðast við með einhverjum hætti ef að þessi kröfuhafar eru farin að hafa svona víðtæk bein eignartengslin í íslenskt atvinnulíf. Það bara breytir, það er bara strúktúrhætta. Strúktúrhætti því, já. Ég mótmæli því að þú sért að kalla mína leið einhverja þjóðnýtingu á eignum. Ég er að tala um að lækka virði eigna en ekki að taka eignirnar algjörlega frá þeim og láta það reyna í ríkissjóð. Auk þess, ástæðan fyrir því að ég er svona gagnrýnin á þessar hrægammarsjóði er svo að ég var formaður viðskiptanefndar þegar við vorum einmitt að breyta lögum fjármálafyrirtæki og reyna að tryggja það að það lægi ljóst fyrir hverjir ættu þessi fjármálafyrirtæki og líka það að vogunarsjóði myndi ekki geta orðið eigendur af fjármálafyrirtækjum. En hvað hefur síðan komið í ljós? Jú, slitastjórnirnar, þrátt fyrir bráðabirgðaákvæði í lögum fjármálafyrirtæki, þá komast slitastjórnir upp með það að neita þeim sem að biðja kröfuhafaskrá hana. Og ekki nóg með það, heldur fékk ég þar upplýsingar nýlega hjá fjármálaeftirlitinu að vogunarsjóðir mættu eiga í fjármálafyrirtæki svo lengi sem þeir eru minni hluta eigendur. Það var ekki það sem mér var sagt hér vorið 2010. Þannig að ég er núna að vinna á Jóni Þórusinni, félaga mín í Samstöð, að breytingum á lögum fjármálafyrirtæki þar sem að gefur þá fjármálaeftirlitinu tæki til þess að heimta að vita hver er raunverulegur eigandi sem einstaklingur að öllum þeim lögaðilum sem eiga í bankanum og líka það að við ætlum að setja inn ákvæði sem bannar að vogunarsjóðir eigi í fjármálafyrirtækjum. Það er svona önnur leið til þess að þrýsta þessum frá. Er náttúrulega fráleit staða að við séum þetta mörgum árum eftir allt fór á liðinu og löggjafinn eða framkvæmdavaldið eða eftirlitsstofnanir eða fjölmiðlar get ekki fengið upplýsingar þá sem eiga allt hana. Þrátt fyrir lagaákvæði. Það bara liggi ekki fyrir við erum búin að vinna þessari grein sem við skrifum helgina í tiltölulega langan tíma og höfum samband við alla aðila sem geta veitt þessar upplýsingar á Íslandi og það var enginn aðeins tilbúin til þess eða hafði
hafði ekki þessar upplýsingar. Það er talað um eftirlitsaðila og slitastjórnina. Ég man ekki betur en í gildandi lögum í fjármálafyrirtæki séu fullar heimildir fyrir því að svipta atkvæðisrétti þá sem er á vörslureikningi og síðan hefur fjármálaeftirlitið víðtækari heimildir hafi það ástæðu til að ætla að viðkomandi sé ekki færum að fara eða hann kunni ógna stöðuleika þessara stofnunar. Þannig að það er ýmsar heimildir til en eins og ég segi að ég tel að þessi grundvallaratriði í því sem framundan að tryggja stöðuleika hér, tryggja það að bankarnir nái að starfa á eðlilegum viðskiptalegum grunni miðað við íslenskt atvinnulíf, íslenskt þjóðlíf en ekki einhverja undarlega, skammtíma hagsmuni þessara eigenda sem að hafa fyrst og fremst skammtíma sjónarmið en fjármálastarfsemi er í eðli sínu langtíma rekstur og það er það sem var lagt af stað með þegar þessi bankar voru endurreistir að þeir þjónuðu íslensku. En ykkur von til að bankarnir þjóni íslensku hagsmunum? Ég meina þeir eru tveir stærstu bankarnir verið í eigu einhverja útlendarasjóða plús það og svo erum við með þessi gjaldeyrisöfn. Það má heldur ekki gleyma því að það er ekkert útsýð með Landsbankann. Landsbankinn þarf að borga 300 milljarða í erlendum gjaldeyri, alltaf 92 milljarða á næsta ári og svo 209-10 milljarða á árinu 2015-2018 til þess að gera upp þessi skuldabréf sem hann hefur við þrotabúið sitt. Og ég held að það sé algjörlega blasir við að Landsbankinn ekkert að fara að geta gert það. Hann hefur ekkert slíkt aðgengi að erlendum gjaldeyri. Hann ekki að fara að fjármagna sig á almennum erlendum markaði. Már Guðmundsson talaði um það hérna í þættinum daginn að þetta endursemji með þetta skuldabréf. Það eru slíkar samræður að byrja. En hvað kemur út úr þeim? Ég meina, það er alveg valkostu það þá að þrotabúið myndi bara taka stærri hlutin í Landsbankanum í staðinn. Þess að maður veit það ekki, ég ætla að geta fulla þá eru engi bankar eftir sem eru ekki í eigu einhverja svona dularfullra aðila í útlöndum. Ég meina þetta er ekkert klink, þetta eru 300 milljarðar. Sigurður, þetta er einhvern veginn, við erum að fara að tala um svona litla sæta banka hérna á eftir, menn þetta virkar eitthvað sem alveg skelfilegur veruleiki fyrir íslenska bara viðskiptavini banka. Já, það var líka þannig að þegar fjármálakerfið hrundi þá var bankakerfið 10 sinnum íslensk landsframleiðsla og það þurrkast ekki út sá vandi á einni nóttu. Ég ætlaði að segja í svona ástandi eins og við erum núna með þessi stóru þrotabú og með gjaldeyrishöft þá er mikil rentusækni, það er gríðarlega mikið af peningum inn í landinu og það sem að ég tek svo undir með Þórði, það er svo mikilvægt að sem skýrastar upplýsingar liggi fyrir og það er áhyggjuefni, við höfum ekki nægilega góðar upplýsingar af því að okkar er að tryggja að stórir aðilarinn í hagkerfinu, hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir, geti ekki út frá sérhagsmunum haft hér afgerandi áhrif á hagsveifluna eða stöðu gjaldmiðilsins með greiðslufræði út úr landinu. Þannig að þetta er mjög flókið mál og mikið alvörumál en ég hef ekki nægilega greinagóðar upplýsingar og mér finnst kannski grein Þórðar vera sem við finnst kannski megin punkturinn til umræðu varðandi það er hvað við þurfum að fá betri upplýsingar í hendurnar því að stjórnmálamanna er að tryggja að lög og reglur séu til staðar að viðhalda hér fjármálastöðuleika. Já, við höfum náttúrulega haft öll þessi 4 ár til þess að koma þessi kring og nú stöndum við frammi fyrir þessari stöðu. En það hefur þó verið ákveðin stöðuleiki fram að þessu að það er ekki vöruskortur í landinu til að mynda og við getum ferðast til útlanda og það hefur verið þetta að ná fram svona ýmsum eðlilegum ráðstöfunum en það sem vantar upp á það að lífeyrissjóðir geti fjárfest í útlöndum til að mynda en þetta er vandamál sem að koma skýrar í ljós þegar þessi tífalda stærð samfélagsins er gert upp á 4 árum og þetta var býsna flókið samsetning þannig að við erum náttúrulega stöndum bara fram fyrir því að vera hérna í ofboðslega langa tíma greið úr öllum þessum. Ég meina það tók okkur 5 ár að búa þetta til og það eru liðið 4 ár enn þá og ég held að hljóta að líða 5-6 ár til viðbótar að greið úr þessu þannig að menn sjá endalegu myndina og ég held að það sé fullkomlega eðlilegt að þetta taki tíma.
og þetta á að gera það og við höfum að vanda okkur við það að greiða úr þessari risastóru flækju. Ég er ekki sammála. Ég held til dæmis að við hefðum átt að setja bankana strax í gjaldþrot vegna þess að það versta sem gat gerst og gerðist var að hingað kæmu þessi hrækommasjóðir og eignuðust ekki bara ítöku í öllum bönkum, öllum fjármálafyrirtækjum heldur líka í atvinnulífinu og núna sitjum við uppi með þá stöðu að því við höfum svolítið verið að fresta því að taka á gjaldþrota bönkum í 4 ár og við núna þurfum við að fara taka ákvörðun hvaða leið við ætlum að fara til þess að skrifa niður þessar eignir. Þetta svolítið merkið við erum að rífast það hvort við göngum í Evrópusambandið ekki af því og við erum hræddur að útlendingar nái þar á miklum tökum í íslensku þjóðlífi en svo sjáum við eitthvað svona og þetta og ítökin eru þarna alveg vinstri, hægri og þvert og kruss og ekkert á leiðinni burt. Já, og samt alltaf vera að hafa þann fyrirvara að ítökin eru ekki orðin bein, það ekki bein ítök í öllum þessum fyrirtækjum sem eru þarna á þessu korti hjá okkur. Nei, en þau geta orðið það. Og út frá því ef að nauðasendingarnir verið klárað með þeim fórmerkisum við erum núna og þessir aðilar, vegna þess að það er alltaf eitt atriði í nauðasendingu sem fólk gleymir stundum að ef þeir verið kláraðir, þá voru helmingur kröfuhafa borgaður út í reiðufé og það þýðir að áhrif hinna sem eru eftir aukast í sama hlutfalli. Þannig að þeir stækka þá í þessum eignarhaldsfélögum sem verða myndaðar eignir þrotabúanna. Og þetta gæti orðið tiltölulega stórir og ráðandi aðilar í íslensku samfélagi. Maður spyr sig bara hvenær missa menn efnahagslega sjálfstæði og hvenær gera þeir ekki. Við mistum það sjálfsagt í hruninu reyndar á okkur nótt. Ef atvinnulífið er í eigu hrækommasjóða þá náttúrulega vitum við það að þeir fara bara leið og þeir geta þannig að það verður mikill óstöðuleiki hér í efnahagslífinu og bara spurning hvenær við missum þetta efnahagslega sjálfstæði vegna þess að hér flæða út fjármuni sem að fella gengi krónunnar. En við sem höfum stjórn á gjaldeyrisflæði út úr landinu í gegnum lögum gjaldeyrishöft, þannig að... Ég líka bara veltaði fyrir mig hvernig það ríma við samkeppnislög og lög sem fjármálaeftirlitið vinnur eftir að sami aðili sé stóri svona mörgum fjármálafyrirtækjum. En svo er það líka. Það er bara út frá svona almennum lögum. Þeir geta farið í gegnum það með að vera margir sjóðir. Það er það sem þeir hafa gert og með að þeir eru minnihluta eigendur. Þá er þetta í lagi, þeir bara búa til fleiri sjóðir sem þá taka yfir hluta af eignarhluti í bönkunum. Mér langar að fara á fund sem var í Háskólabíói núna í vikunni. Þetta var mjög fjölmennur fundur. Það er verið að höfða mál, eiginlega bara mál gegn verðtryggingunni. Hagsmunasamtök heimila og fundurinn snerist það. Ég tók mér reyndar að mér að vera fundastjóri á þessu fundi. Það var svo sem engin yfirlýsing af minni álfunum og ég bara stjórnaði þarna umræðunum en fundurinn var mjög fjölmennur og kröftugur. Sko rétt sjá brot af honum. Verðtryggingin dregin fyrir dóm var yfirskrift fjölmenns borgarafundar hagsmunasamtaka heimilanna í gærkvöld. Er það vísað til málsóknar sem samtökin standa fyrir gegn Íbúðalánasjóði þar sem látið reyna á lögmæti verðtryggingarinnar. Þetta er eitt af þínum hjartansmálum, Lilja, og einhvern veginn, nú er þetta komið á þennan punkt að menn eru að reyna að draga verðtrygginguna fyrir dóm út af því að ég held ég aðalega út frá lögum neytendavernd og svona, en það er þessi þunga undiralda í samfélaginu út af þessu og hún er ekkert á leiðinni burt og maður spyr sig, verður þetta ekki bara eitt aðal kosningamálunum í vor? Jú, ég held að það verði mjög mikið rætt verðtrygginguna í aðdraganda kosningu í vor og ég held kannski að þá skiptir ekki heldur síður, það er verðtryggingin hefur náttúrulega valdið eignatilfærslu. Hún var sett á sínum tíma vegna eignatilfærslu frá eldri til yngri. Nú er það að snúast við. En ég held að það þurfi ekki síður í aðdraganda kosningana að ræða bara vaxtastig á lánum til almennings. Ég held að það sé líka eitthvað sem hefur verið litið töluvert framhjá í þessari umræðu. Það er mjög hátt raunvaxtastig hér á... Raunvextirnir sem bætast ofan á lánin. Ég var sjá Seðlabankar þegar hann hækkaði vextina daginn. Það virkaði svona eins og menn væri bara... Vextirnir hafa þá verið hækkar 6 sinnum frá því í ágúst í fyrra. Atvinnurekendur hafa mótmælt vaxtahækkuninni og Alþýðusambandið segir að með henni sé þjóðin leidd í ógöngur. Á kynningafundi í Seðlabankanum í morgun var spurt hvers vegna bankinn gæti ekki haft vextina nálægt núllinu eins og í Bandaríkjunum. Þar er verðbólga töluvert lægri og verðbólguvæntingar við markmið. Þær aðstæður eru einfaldlega ekki hér og þess vegna getum við ekki frekar en önnur lönd í svipuðum aðstæðum beitt peningastefnunni með sama hætti til að styðja við raunhagkerfið eins og til dæmis Bandaríkin, því miður. Já, menn spyrja sem þessa hagfræði Seðlabankans því að
mikið af verðhækkunum á Íslandi eru náttúrulega bara innfluttari gegnum það að gengið hérna lækkar. En við stöndum þá frammi fyrir þessum háu raunvöxtum pluss verðtryggingunni og fólk náttúrulega bara alveg að kikna undir þessu. Við erum, ákveðið sér háu raunvöxtum. Ja, háu vöxtum. Háu vöxtum, já, sko, það náttúrulega grundvallar atriði að menn tala rétt á hluti, sko, vextir og raunvextir eru sitt hvor hlutunni. Og mismunur þar á milli er væntanlega eitthvað sem að kalla mætti verðtrygging eða verðbólguálag. Og það má vel vera að raunvextir séu hér háir en kann það að stafa af því að hér er mikil og óseðjandi eftirspurn eftir lánsfé. Það kannski sorglegast við þetta sett sem hér er sett upp að hér skuli vanta mann sem heitir Lúðvík Elíasson og skrifaði snilldarlega grein í Morgunblaðið í gær verðtryggingu, þar sem kemur nú loksins orðum að því sem að hefur vantað upp og það magn lána sem fólk tók, að það megin vandinn að hér uxu skuldir ekki með vöxtum og verðtryggingu heldur vegna þess að fólk tók lán og bankar veittu lán. Þannig að skuldir heimilanna uxu úr því að vera 25% af landsframleiðslu upp í 250% á um 30 árum. Og þetta kemur verðtrygging ekkert við og verðtrygging ekki tilfærsla á verðmæti. Verðtrygging það að jafnvægi sé gætt að menn borgi það sama. Þannig að það sem ég finnst nú athyglisverðast við þetta mál sem að þarna höfðað að þar þurfa málshefjendur raunin að játa á sig heimsku og skilningsskort á fjármálum. En öðru reynd ætli ég ekki að ræða þetta mál, ég finnst rétt og eðlilegt þetta færi fyrir dómstóla. Sýnir með myndina af grein hans Sighvats, það er hérna, þetta er nú reynda maður sem kveikti verðtryggingu, ég held að hann hafi fyllt háskólabíó á þriðjudaginn í Sighvati Björgvin, ég held að hann hafi bara átt nánast heiðurinn af því með grein sinum sjálfhverfu kynslóðina. Tvennt sem ég langar til að bregðast við. Það í fyrsta lagi, raunvextir hér á landi á fasteignalánum eru rúm 5%. Þau eru allavega helmingi hærri heldur en í löndunum sem við berum okkur saman við. Síðan erum við með verðtrygginguna þar og ofan sem gerir vextina hérna sveigjanlega. Og hagfræðingar eru þeirra skoðun að margir hverjir að ástæðan fyrir þessari fjármálakreppu núna sé mikil aukning í lántökum með sveigjanlegum vöxtum í Bandaríkjunum og Evrópu. Það var alltaf þannig að það voru, vextir voru bara fastir, þá raunvextir pluss verðbólga. Þannig að hluti af okkar vanda einmitt að vextir á fasteignalánum eru sveigjanlegir og það sem þýðir að í hver skipti sem verður verðbólguskot að þá hækkar skuldin okkar. Og Vilhjálmur, það var ekki þannig að við sem erum með fasteignalán hefðum tekið allt sem við skuldum að láni. Höfuðstóllinn hefur hækkað 40%, það hefur þýtt það að það hefur orðið 420 milljarða eignatilfærsla frá skuldsettum heimila til fjármagnseigenda frá 1. janúar 2007. Og þetta var ekki tekið að láni. Og þetta gert í nafni þess að það þurfa að verðtryggja lífeyri, en vandamáli það að lífeyri ekki verðtryggður vegna þess að lífeyrissjóðirnir þurfa að geta bara greitt út lífeyri í samræmi við tryggingafræðilega stöðu sína og þegar tryggingafræðilega staða lífeyrissjóðana versnar vegna þess að þeir eru að tapa á fjárfestingu sínum eða ná ekki nógu góðri ávöxtun þá lækkar lífeyri. Og þeir töpuðu 480 milljörðum í hruninu og ávöxtun þeirra síðastliðin 5 ár hefur bara náð 2,5% en ekki 3,5%. Þannig að þeir hafa lagt mikla áherslu á að halda verðtryggingunni eftir hrun, þó svo að engin önnur þjóð hafi farið í gegnum fjármálakreppu með verðtryggingunum að við og þeir hafa þurft að skerða líka lífeyrisréttindi á hinum almenna vinnumarkaðum 130 milljarða. En þetta er í rauninni tvíþætt og þessu fundi var þetta tvíþætt. Menn er að tala um að trappa niður af verðtryggingunum og nú eru komin fólk farið að geta tekið óverðtryggð lán. Ég reyndar spurði Pétur Blöndal að þjóðfundur hvort það myndi geta mælt með þeim og hann mælti ekkert sérstaklega með þeim heldur. Svo hitt hvort að menn geta lagað hlutina afturvirkt, hvort að menn geta bætt þeim skaðan eitthvað og þá erum við með þá staðreynd að Íbúðalánasjóður, ég vil ekki segja hann riði til falls en hann stendur ansi glöggt. Ef það farið eftir þessu tillögu sem hafa komið fram að færa verðtrygginguna aftur til einhverja dagsetninga 2007 eða eitthvað svoleiðis, þá held ég að Íbúðalánasjóður með 800 milljarða í útlán, efnahagsreikningur eru upp á 800 milljarða, Lín svona 140-150 milljarðar, þetta allt verðtryggt og Íbúðalánasjóður á ábyrgð ríkisins
og eigendur brefana eru lífeyrissjóðir. Þannig að ég meina, ef að þetta er það sem samfélagsleg sátt getur skapast það að lífeyrissjóðirnir færi niður eignir sinnar til þess að endurgreiða húsnæðiseigendum eitthvað hluta því sem þeir telja sig að tapað, þá voru við bara líka að skapa samfélagsleg sátt það að leggja niður lífeyrissjóðskerfi sem það er. Það er bara þannig. Þú meinar að þessi... Ég meina, lífeyrir þarf að vera verðtryggður, það er bara í lögum. Og lífeyrissjóðnir eru byggðir upp á verðtryggingunni. Það er algjörlega klárt. Greiðslur í lífeyrissjóði eru framtíðarsparnaður en ekki skattlagning. Og menn sem að tala hér um það að þetta séu bara lífeyrissjóði, þeir tala það að þetta séu bara skattur sem menn getur bara að handla með. Mér finnst oft talað lífeyrissjóði eins og þeir séu fjárfestingarsjóðir. Þeir eru bara sjóðir en ákveðið samfélagslegt hlutverk. Menn geti gengið í bara eins og rúsínufabrika þar sem menn geta tekið neðavill á rúsínum að þessu langu hverfi. Býtu lífeyrissjóðir eru bara markaðsforsendum. Ég meina, þeir fjárfesta á markaði. Þeir eru ekki á markaðsforsendum. Þeir fjárfesta og þeir tapa á fjárfestingum sínum. Þeir ávöxtu þeirra fer eftir ávöxtun á markaði. Þannig að hlutverk er að borga gömlu fólki lífi. Þið skulle ekki halda það sem þið setja endilega inn í lífeyrissjóð sé það sem þið fáið út. Það er nefnilega stóra blekkingin á Íslandi. Þetta er samtryggingarkerfi. Okkar íbúa þessa lands til þess að framfæra okkur á efri ári. En hvað segið þið samt við því að það er þarna stór kynslóð sem að er í bara stökustu vandræðum með þessi, nú eru vextirnir háir og verðtryggingin kemur og þú veist, þetta fólk sömu fengu ég að skrifað eitthvað af sinni sínum skuldum, en þetta er aftur að rjúka upp og fólk er í bara stökustu vandræðum með þetta. Ég þekki þetta er mín kynslóð. Já, og einhvern veginn, finnst manni, ég meina Sighvatur skrifar sína grein sjálfhverfu kynslóðin en það er kannski engin óbúslis, ég meina kynslóð hans hélt fundi í Sigtúni til að mótmæla þessu. En Karl Sigfússon, hann skrifaði einmitt til varnar sinni kynslóð, þessari kynslóð sem er milli 30 og 40 og benti einmitt á það að sú kynslóð skuldar um 8 milljarða núna 2011 og hún það er búið að taka af henni 145 milljarða þannig að hún er í mínus 8 milljörðum á þessu tímabili 2006-2008 og færa það yfir á kynslóðina Sighvat sem er yfir 60 sem að jók á þessu tímabili eignarhlut sinn eða þessi nettóstöðu sína 172 milljarða. Þú meina eignarstaða þessara kynslóða sé í mínus? Eignarstaða þessara kynslóða er í mínus. Á sama tíma þá eykur kynslóðin sem er hans Sighvats sína eignastöðum 172 milljarða. Og þetta kom fram í grein Karls í Fréttablaðinu í gær. Maður spyr sig bara, og það er náttúrulega held ég að sé punktur salis í þessu, er einhver pólitískur vilji til að gera eitthvað í þessu að ráði? Ég held að þetta verði mikið kosningamál og maður sér það bara á þeim raunlega kosningalófur sem eru að rúlla út. Það er margir sem eru að banka á þetta að geti skilað þeim inn. Ég held að greining á vandanum hér við þetta borð sé mjög röng og eins og ég segi, þetta er landtöku vandamál það. Fólk hefur verið að kaupa eignir á mjög háu verði. Það verður hér eignabóla sem hefst hér 1998 og það var að viðinni 2002 og síðan horfa menn á þetta að vaksa þar til 2004. Þá kynntir Íbúðalánasjóður undir eignabólunum með því að fjármagna bankana til þess að borga upp Íbúðalánasjóðsbréf þannig að íbúðaverð hækkar 170% raunverði til 2007 frá 98 þannig að þetta er hluti af vandanum og eins og ég segi að það er ekki hægt að kenna verðtryggingu þetta, það hefur ýmislegt farið úrskeiðis hérna og það getur vel verið að í þessum skuldavanda sem vorum að tala þarna áðan að þá séu einstaklingar sem hafa tekið lán og svo nú ein eign sem gleymist hjá einstaklingum sem heitir aflahæfi, það er að segja framtíðartekjur og hluti af þessum skuldum eru skuldir við lánasjóð og þær eignir kom ekki á móti í skattframtali þannig að eftir því sem ég skilst í til dæmis í Danmörku að þá er ungt fólk með neikvæðan höfuðstól svona samkvæmt þessum hefðbundnu reikningsskilum. Ég ætla að segja í hruninu það fór illa með fyrirtækin, ríkissjóð og heimilin. En það voru auðvitað þau heimili sem höfðu verið á bólaárunum, verið að fjárfesta í sinni fyrstu eign
sem að fóru með verstu mótu út úr þessu og það kannski það sem að grein Karl Sigfússonar segir að sjálfsögðu vilji til að taka á því það skiptir miklu máli að það fólk sem að hefja sinn starfsferil hafi vilja til að búa hér áfram og hafi trú á framtíð landsins. Það hefur verið gert að einhverju leyti með almennum aðgerðum í 110% leið. Það hefur verið með aukningu vaxtabóta. Það er hópur sem hefur verið með lánsveð, það sem verið að reyna að finna einhverja leiðir til að greiða úr þeirra vanda. En það mikið áhyggjuefni að það eru hér ungar fjölskyldur sem að búa við gríðarlega skuldir og þetta eru verkefni áframhaldandi fyrir okkur að leysa úr. En við þurfum líka horfa til þess að til að mynda við þurfum að komast út úr margþættum vanda. Til að mynda erum við í aðildarviðræðum við Evrópusambandið til þess að geta tekið upp stærri gjaldmiðil, til þess að geta aukið fjárfestingu erlendra aðila hér í arðbærum atvinnugreinum og það líka leið fyrir okkur öll út úr þessu vandræðum. En skuldsett heimili ungs fólks eru mikið áhyggjuefni. Seðlabankinn sýndi fram á það fyrir 2 árum að þeir sem eru verst settir eru þeir sem keyptu eftir 2004 og þegar það var ljóst í mínum huga að núverandi stjórnarmeirihluti ætlaði ekki að fara út í almenna leiðréttingu á skuldavanda heimilina þá fór ég út úr þeim meirihluta. Og vegna þess að ég alveg sannfærð það að til þess að stoppa fjölda gjaldþrot heimila á Íslandi þá verður að fara út í almenna leiðréttingu og það búið að leggja til leiðir til þess að gera það með því meðal annars að Seðlabankinn gefi út skuldabréf sem að verður greitt niður með skatti á fjármálafyrirtæki og lífeyrissjóði. Við verðum að hætta þessu hérna. Ég þakka fyrir að koma í þáttinn. Við erum að tala aðeins álver á eftir. Það hefur verið nefnt sem ein leiðin til að reisa efnahag Íslands aftur að byggja fleiri álver en næsti viðmælandi minn segir að það mun ekki gerast. Sigurvegara Búsóni-keppninnar sérstakur gestur Víkingur Heiðar Ólafsson sunnudag klukkan 16:05 Rás 1. Amazon Kindle verð frá aðeins 17.000 krónum heima dyrum shopusa.is. Þarft þú að selja fasteign, gakktu í bæinn, við aðstoðum þig, fasteignasalan Bær. Gler í skrifstofu verslunarrými, fagleg ráðgjöf söluskrifstofa Víkurhvarfi 6 Kópavogi, Glerverksmiðjan Samverk. Við leggjum bílnum, geymum lyklan og færum bílinn hreinan við heimkomu góða ferð, icepark.is. Hannaðu persónlega dagatöl og kort fyrir jólin á oddi.is, 15% afsláttur á öllum vörum í nóvember, Oddi. Í tilefni af 20 ára afmæli okkar eru við með frábær tilboð kannaðu málið á quick.is. Á dagskrá RÚV í kvöld. Gísli Einarsson og félagar sjá frétta og þjóðlífsþáttinn Landan. Ný syrpa af Downton Abbey. Þar sagt frá ástum og örlögum Crawley-fjölskyldunar og þjónustufólks hennar og nú hefur Shirley MacLaine bæst í leikarahópinn. Við sýnum annan þátt af 4 björgunarsveitir Slysavarnafélagsins Landsbjargar og störf þeirra undanfarin 5 ár. Í sunnudagsbíónu töfrandi óvissuferð, Magical Mystery Tour, söngvamynd sem Bítlarnir gerðu árið 1967 einkennilegt ferðalag sveitir Englands. Svo endursýnum við heimildamynd gerð myndarinnar. Hingað kominn Guðmundur Hörður Guðmundsson, formaður Landverndar. Ég kallaði nú til vegna þess að þú skrifaði grein í vikunni sem vakti athygli og nú mikið talað það að það þurfa að efla hér fjárfestingu á Íslandi og þetta sé nú ein leiðin okkar út úr þessum vanda sem við vorum að ræða hérna áðan. Eitt af því sem við talaði náttúrulega að fjölga virkjunum og fjölga álverum og fara í meiri stór iðju. Þú skrifaði grein í vikunni
og það sem þú heldur því fram að þú fullir í beinins að það verði ekki byggð fleiri álver á Íslandi. Þetta er aldrei djörfullering og mér langar að heyra hvernig þú skýrir það út fyrir mér. Já, ég meina það eru náttúrulega komin nú þegar 3 stór álver á Íslandi í 330.000 manna samfélagi. Ég segi í fyrsta lagi, við erum að taka mjög miklu efnahagslega áhættu með því að fjölga álverum enn frekar. Vegna þess að við erum af þeirri orku sem við framleiðum hérna á Íslandi og erum að selja 80% af henni til álvera, bara til álvera. Og með því erum við að setja, eða taka mikla áhættu, af því að mest af þessu orku er síðan tengt álverði, eða raforkuverði er tengt álverði á alþjóðlegu markaði og þannig að við megum ekki við miklum dýfum núna. Eða megum ekki við miklum dýfum á þeim markaði. Svo held ég að sé að renna upp fyrir fleirum og fleirum að þessi efnahagslegu áhrif álvera á Íslandi eru ofmetin. Og það hafa komið fleiri og fleiri skýrslur fram að undanförnu frá eins og núna þessi McKinsey skýrsla núna nýverið sem að staðfesta þetta að áhrif álvera á hagkerfið eru ofmetin. Við vildum að færa aðeins nánar út í þetta. Er ekki jafn mikil framlegað af þessu fyrir okkur? Ég meina nú skapar þetta störf og hefur þeir ýmis svona afleitt áhrif. Já, þetta hefur vissulega áhrif á ákveðin bæjarfélög og þess aftar. Það skapar þetta störf og ákveðna kjölfestu, vissulega. En arðsemin af til dæmis fyrirtækjunum, orkufyrirtækjunum er bara nánast engin. Hún er allt of lítil. Og svo er líka, eru horfunar á alþjóðamörkum, á álmörkuðum, eru mjög slæmar. Og það var fjallað í Financial Times núna í byrjun október. Og ég vitnaði þá grein í þessari umfjöllun minni. Og þar kemst tímaritið að því að horfurnar séu mjög slæmar og aðalega vegna þess náttúrulega að út af efnahagskreppunni að þá varð erfiðara á þessu markaði að losa sig við ál og þess vegna urðu til mikla birgðir af áli og það eru mjög mikla birgðir, 10 milljónir tonna er talað af álbirgðum í heiminum og svo er komin svona, hvað ég að segja, fíllinn í postulínsbúðinni sem eru Kínverjar sem eru orðnir ofsalega stór framleiðandi áls í heiminum. Þeir framleiða 40% af heimsframleiðslunni og hafa í rauninni bara orðið svona stórir á bara rétt undanförnum árum. Og þeir fylgja ekki þessum sömu markaðslögmálum sem að þessi stóru gömlu risar þurftu að fylgja og nú vilja stóru fyrirtækin gömlu draga úr sinni framleiðslu í rauninni, en Kínverjar eru þess að móti stór aukana og ætla að verða algjörlega sjálfbærir í sinni álframleiðslu og álneyslu. Þannig að þú telur að verðið hefur lækkað. Verðið hefur lækkað, já, og það er ekkert sem bendir til þess að það muni hækka aftur. Á næstu misserum árum. Og það hefur bein áhrif á íslensku fyrirtækin, orkufyrirtækin sem tengja sitt raforkuverð við álverð. En það er samt til dæmis álver hér í Pípunum í Helguvík. Er það? Já, það er spurningin. Ég meina, finnst þér líklega að það verði ekki, rísi ekki eða? Ég held ekki. Og hvernig færur þú fyrir því? Já, út af þessari stöðu að fyrirtækin eru að reyna að draga úr framleiðslu í dag. Og þú sér það Rio Tinto til dæmis núna. Þeir voru að fara að stækka sitt álver í Straumsvík. Þær framkvæmdir eru stopp núna. Rio Tinto er nýbúið að fækka starfsfólki í Straumsvík. Af því að það er bara línan í Evrópu að fækka starfsfólki. Þannig að þessi iðnaður er bara á ákveðin niðurlið. Að niðursveiflu í þessum geira og þess vegna eru þessi fyrirtæki, þessi gömlu fyrirtæki, önnur en þessi kínversku, þau er ekki að fara að bæta við sína framleiðslu. Það er bara ekki hægt. Það kom frétt frá Rússal núna í fyrradagum það að þeir væru að framleiða í rauninni, eða þeir væru að selja í rauninni bara á framleiðsluverði. Þeir eru ekki að hafa upp úr sinni framleiðslu. Og öll stóru álfyrirtækin eru að skila tapi núna í sínum rekstri, þessu stóru gömlu fyrirtæki. En Kínverjarnir er alveg saman þetta, þeir fylgja ekki þessum gömlu markaðslögmálum og það er að setja hann markað á annan endan. Já, Kínverjarnir náttúrulega, við sáum mynd af nýri forystu kínverska kommunistaflokksins um daginn, það voru svona kallar sem stultu sér þarna upp og maður horfir á það og maður sér þessi menn hlýta náttúrulega ekki einhver venjulegum lögmálum. Þetta er furðulegt sambland þarna af kommunisma og kapitalisma sem að tíðkast í Kína. En það er samt talað þetta sem eitthvað sem að verði hérna og þetta sem verði okkur bjargræði fyrir okkur. Já. Í stjórnmálaumræðunni.
í stjórnmálumræðinu, já, það því miður, þá menn svolítið fastir í þessu fari. En ég held að miðað við þessar skýrslur, eins og ég segi, sem hafa komið frá eins og McKinsey, sem benda á þetta, að þetta sé stóra vandamáli í hagkerfinu, sem að þurfa að finna lausn á, það þessi litla arðsemi, af því að það svo ofsalega mikið fjármagn bundið í þessum geira í orkuframleiðslunni og þetta mikla fjármagn skilar svo litlum arði. Það vandamáli fyrir þjóðina. Og í skýrslu sem að Landsvirkjun gaf út í fyrra, að það segir bara hreint út að þjóðin hafi ekki fengið eina auðlindarentu af orkuauðlindinni. Og þannig að sko, og áhrif álvera á hagvöxt sára lítill. Þannig að þessi í umræðunni hefur þetta verið afskaplega ofmetið vegna þess að óneitanlega þá hefur þetta staðbundin áhrif, það að segja að þetta skapar eins og þarna fyrir austan, skapar örugg störf og mikil ósköp. En ef við bara horfum á hvað þetta hefur ofsalega mikil áhrif á alla heildina, að þá verður að hætta að líta bara á þessi staðbundnu áhrif. Við þurfum að hugsa áhrifin á þjóðinni í heild. En þetta hefur náttúrulega verið notað hérna og var notað hérna til að keyra upp ákveðin vöxt hérna á tímum. Sko, fyrst þegar mönnum þótti vera slaki í hagkerfinu og svo aftur á móti kemur Kárahnjúkavirkjun sem svolítið skrítið framkvæmt í ljósi þess að þá þurfti í rauninni ekki að keyra með vöxt, það var allt í bullandi gengi. Og það fjallaði áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hrunið í rannsóknarskýrslunni og það eitt af því sem hafði áhrif á þessa bólumyndun. Það var að það var farið inn í Kárahnjúkavirkjun og ekki bara Kárahnjúkavirkjun, heldur Hellisheiðarvirkjun og líka virkjun á Reykjanesi allt á sama tíma á tímabilinu 2000-2011. 220 milljarðar sem komu inn í hagkerfið á þessum tíma og höfðu áhrif á bóluna. En nú vilja menn fara í virkjanaframkvæmdir einmitt til af því að nú slaki og menn hugsa aftur, ég meina Sigalda og allt þetta og þú veist. Ok, og ég meina, sko, vissulega og við eigum eftir að virka eitthvað meira hérna á landinu, en ef við bara hugsaum þetta aðeins, við erum að selja núna eins og ég sagði, 80% af raforkunni fer til álvera. Það er óásættanleg efnahagsleg áhætta sem tekið með því að auka þetta enn frekar að mínu mati. Fyrirgefðu? Já, við seljum 80% til álvera og segjum sem svo að við sættum okkur við það verður ekki byggð fleiri álver. Þá hefur það mjög jákvæð áhrif á alla umræðu náttúruvernd og virkjanamál í landinu vegna þess að álverin eru svona rísar inn að þessum markaði. Álverin eins og fyrir austan, Kárahnjúkavirkjun, stærsta vatnsaflsvirkjun í Evrópu var bara byggð fyrir það álver, 690 megavött. Á meðan sko járnblendi af Grundartanga tekur 120 megavött. Menn að tala kísilkúrverksmiðju á Bakka, 150 megavött. Gagnaver, 24 megavött. Álver, 690 megavött. Þannig að það er þessi stóru bitar sem svona verið að þvinga á hann í kokið af þjóðinni sem að hefur þau áhrif að þetta verða svona mikil átök og mikla deilur náttúruvernd og virkjanir. Og leið og við bara hættum að tala álver og einbeitum okkur að öðrum tegundum iðnaðar að þá hefur það bara jákvæð áhrif bara á andlega heilsu þjóðarinnar. Það dregur úr þessum gríðarlega hörðu átökum. Já, eitthvað sem ekki alveg svona orkufrekt, mennur þú? Já. En ef við förum aftur að Helguvík, sko, eins og ég segi það, mannum við sínst að vera á teikniborðinu, það eru náttúrulega þarna ennþá samningar í gangi, það er verið að semja við Magma að skaffa orkuna og svo framvegis. Já, Orkuveitur Reykjavíkur og það þarf líka semja við Landsvirkjun. Menn hafa talað um það þarf að virkja þarna. Það þarf að virkja Reykjanesi eins og það leggur sig. Ef við förum í neðri hluta Þjórsár, þá er mikið talað virkjanir í neðri hluta Þjórsár og þessar virkjanir eru í rauninni kannski þessar einu raunhæfu stóru vatnsaflsvirkjanir sem eru eftir sko, í pípunum. Það skaffa 265 megavött, þessar stóru 3 virkjanir, vatnsaflsvirkjanir. Við þurfum 690 megavött fyrir álver. Þannig að þó við tækjum líka 4 virkjanir í Skaftahreppi, mjög umdeildar virkjanir. Og sem hefðu áhrif alveg upp á hálendi og þess áttar. Við myndum ekki einu sinni ná upp í eitt álver. Með þær virkjanir pluss neðri hluta Þjórsár. Þannig að við þurfum líka að fara í jarðhitavirkjanir fyrir eitt álver. Þannig að sko, þetta er bara ekki raunhæfur kostur.
En það nú kannski punktur salins þá í þessu og við kannski eftir að fjalla það meira að þú telur og að ýmislegt band til þess að efna þetta sé beinlega ekki hagkvæmt ökonomískt núna eins og staðan á álmörkuðum. Já, eins og staðan á álmörkuðum, já. Og bara reynslan að sýna okkur að arðsemin lítil, nánast engin af þessar orkusölu. Þakka þér fyrir. Við ætlum að fjalla lítinsætan banka hér á eftir, Ekobank í Svíþjóð og svo fjöllum við íbúa lýðræði í lok þáttarins. Við Íslendingar höfum lengi átt í vandræði með bankakerfið okkar. Hér voru ríkisbankar sem skömmtuðu fé til vildarvinna á árum áður, svo voru bankarnir einkavæddir og við vitum hvernig svo sorgarsaga fór allt bankakerfið beinlis fór á hliðina hjá okkur. Íslendingar borga mjög háa vexti og verðbætur og þess vegna hlýtur maður að spyrja hvort það sé einhverjar aðrar leiðir fyrir Íslendinga, hvort það sé hægt að hanna, hægt að þróa einhvers konar öðruvísi bankakerfi. Við erum hérna með Annika Lorén sem bankastjóri Ekobanken í Svíþjóð sem svona öðruvísi alternativur banki. Välkommen till Silver Eils, Annika. Ekobanken, du direktör för Ekobanken. Hvordan fungerar Ekobanken egentligen? Ja, Ekobanken är ju en kooperativ bank. Och vi valde den formen för att alla människor och organisationer och företag som ville vara med i en sån bank skulle kunna vara med och äga den också och ha inflytande över den. Det speciella med Ekobanken är ju att vi lånar inte ut till vad som helst, utan alla våra lån till organisationer och företag ska bidra till ett mervärde som man kan uttrycka som socialt, kulturellt eller ekologiskt. Och så publicerar vi alla lån. Aha. Så att vi har en transparens. Ja. Och det blir ju en sorts kvitto för dem som har satt in sina pengar. För det är bara de pengarna som människor har på konto i banken som vi använder. Ja. Vi lånar inte upp på någon bankmarknad, utan vi använder bara inlåningen som det heter på bankspråk. Vi har bara inlån och utlån? Ja, vi håller oss till det. Ja. Inte några finansiella produkter eller något sånt? Nej, vi skulle väldigt gärna vilja ha de bästa fonderna som finns i Europa att sälja, men vi har inte kommit dit än. Men hvordan det annorledes än de gamla sparbanker som man känner i Island och i Norden? Jag vet inte hur det är på Island, men i Sverige är det så att en sparbank måste hålla sig i sitt område. Till exempel. Man har en kyrktornsprincip. Man säger man vill inte gå längre än man kan se från kyrktornet med sin verksamhet. Så de är i högsta grad lokala. Ja. Medan vi verkar över hela Sverige. Vi har också det här med medlemskapet. Ja. Att vi har 1500 ägare som än så länge som är med och styr banken genom att komma på stämma och utse en rådskrets som har som ändamål, som har som uppgift att arbeta med normgivningen i banken. Vad ska banken syssla med? Vad är våra normer, så att säga? Så det är demokratiskt? Ja, det kan man säga. Ja. Men hvordan blir man medlem av en bank? Ja, man betalar in 1000 kronor och då får man en röst på stämman. En röst på stämman. Ja. Och det är jämnt, man kan inte samla på stämmor och överta banken. Jo, nej, man kan inte ta över den. Nej. Men man kan gå in med mera kapital. Aha. Och då får man hos oss, det är ett litet avsteg från de kooperativa grundprinciperna. Ja. Hos oss kan man få mera röster om man sätter in mera kapital. Aha. För att vi har ju sådana som har 1000 kronor. Och vi har faktiskt också några skolor till exempel som har lånat genom åren och satt in kapital i många år. Och de har kanske 1 miljon i insats. Och då får de mera röster. Men ingen kan rösta för mer än 10%. Aha. Så vi har en rösträttsbegränsning som gör att man kan inte samla på sig och ta över. Hur många medlemmar har banken då? Ja, 1500. 1500 medlemmar. Men sen har vi ungefär 4500 kunder. Ja. Därför att man måste inte vara medlem för att
man måste inte vara medlem för att vara kund. Nej. Man kan ha ett konto ändå. Men så blir det hela mer transparent än... Ja, absolut. Eftersom alla vet att vi ska publicera dem. Och alla vet också att vi ska inte bara skriva att de har lånat, utan också varför. Vad var det vi såg som var ett mervärde nu? Ett ekologiskt mervärde, eller ett socialt mervärde, eller ett kulturellt mervärde. Och det här är ju väldigt bra för våra kunder. Därför att de blir ju kända för varandra. Yes. Så de bygger en massa nätverk. Och de blir också kända för många en intresserad kundkrets. Ett stort nätverk. Men vartan är banken kommit ut av den stora finanskrisen? Ja, vi växte då väldigt mycket. Det var många nya kunder som kom till oss. Ja. Många privatpersoner kom och sa, jag har tänkt på det här så länge. Men nu gör jag det. Nu blev jag så arg. På grund av krisen. Så den hösten 2008, när den stora krisen kom, då växte vi 30%. Och har man inte större finansiella förluster efter... Har man inte tappat pengar på krisen? Vi har aldrig tappat en krona. Har ni aldrig tappat en krona? Har alla betalat tillbaka? Aldrig? Alla har betalat tillbaka alltid. Med nästa kunde? Ja. Men varför funkar det? Någon gång kanske borgensmän har behövt ställa upp. Men på 14 år har vi inte haft en kundförlust. Eller en kreditförlust. Det har vi inte haft. Det är utmärkt. Så är det. Men ja... Så den har faktiskt vuxit i finanskrisen på banken? Ja, så den är lite det. större. Så är det. Så det är ett behov för banker som... Ja, men det finns ju en väldigt stark önskan att få en kontakt med en bank som man upplever som ärlig, som är transparent, man vet vad den står för och så. Ja. Egentligen har ju alla banker värderingar, men alla talar inte så mycket om dem kanske. Nej. Men vad med räntorna? Hur funkar räntorna i din bank? Ja, vi har ju ett väldigt lågt ränteläge i Sverige. Man håller ju nere räntorna väldigt mycket för att kanske för att hålla uppe till exempel priser på bostäder och så. Hur låga är räntorna nu? Ja, du kan ju få ett bostadslån för under 3%. Kanske för 2,5 också. Ja, för i Island så har vi det system att vi har mycket höga räntor, så har vi också den är också förbundet med inflationen räntorna, så det blir nästan en domdagsmaskin. Alltså så var det när jag var ung och köpte mitt första hus. Då var räntan på mitt första lån i livet var 19,25%. Men det var stark inflation också. Ja. Så sen kunde vi sälja det med lite vinst. Ja. Så funkar det ju också. Ja. Men det är ju en svår situation för Island att ha det så här. Så här, jag tror att man letar efter en mänskevänligare, ett mänskevänligare system. Ja, hur gör man med räntorna? Alltså egentligen så är det ju så här att vi människor, vi måste ju inte anpassa oss efter det som finns överallt i omvärlden. Vi kan ju gå tillsammans och göra någonting annat om vi vill det. Ja. Så vi har ju finansierat många projekt där kanske alla föräldrarna runt en skola som man ville bygga har sparat i banken och sagt nej, men vi vill inte ha någon ränta, eller vi vill ha en låg ränta på vårt sparande, för vi vill att skolan ska få en billig ränta på sitt lån. Och det går ju bra. Så kan man ju faktiskt göra. Så man tjänar inte en massa pengar på din bank? Nej, man får ränta på sin inlåning, men man får inte mer än någon annanstans, och vi är absolut inte högst på marknaden. Nej. Vi konkurrerar inte med räntorna. Vi konkurrerar med vår inriktning och våra mervärden. Tror du att en bank som EK-banken kunde fungera på Island? Ja, varför inte? Om det finns tillräckligt många människor som vill det. Ja. Så. Alltså, och där är det ju så också, det vet man ju med andra sektorer inom det hållbara, att det är många som säger att de vill köpa ekologisk mat. Och det är färre som gör det. Så att vi har, alltså från tanke till handling så är steget ibland långt. Och när det gäller pengarna, då måste man
ta tag i sig själv och säga, ja men nu gör jag det. Ja. Men det är en rörelse, en global rörelse som kallas social banking. Ja, social banking eller sustainable banking. Ja. Den finns och det växer över hela världen och finns i många länder nu. Ja. Den startade ju i början på 70-talet nere i Europa och har spritt sig nu. Och det finns ju till exempel en organisation som heter Global Alliance for Banking on Values som vårdar de här sättet att driva bank på och sprider det över världen. Så det ansluter sig nya där hela tiden. gabv.org hittar man dem på. Och du ska prata på ett möte i Nordenshus idag. Och det heter Social Banking från ideal till verklighet. Ja. För det handlar ju om att leva sina ideal i varje dag. Va? Ja. Och det är ju utmanande. Och särskilt när det gäller pengar. Där det står ju människans både höga och låga del väldigt nära. Ja. Man syns att man är överför finansens stora makt. Så är människan lite hjälplösa. De finner sig hjälplösa. Men så är det ju. Ja. Men vi lever ju i en tid när vi alla egentligen både i stora strukturer och i små behöver arbeta för en annan hållbarhet. Eller hur? Både i finans. Alltså vi arbetar med vi pratar om våra ekologiska bekymmer, vi pratar om våra sociala bekymmer över världen. Och vi måste ta tag i pengarna så att inte de springer omkring och gör tvärtom. Ja. Och motverkar alla våra bästa strävanden hela tiden. Ja. Det är ju det viktiga idag. Att sprida, att få ner det ända ner i plånboken och skorna. Den här viljan att göra bra. Annika, tack för att komma i Silver Eagles. Tack. Tack. Vi heter med tvær konur frá New York, Melissa Mark Viverito og Donata Secondo. Þær hafa verið viðriðnar þáttöku fjárætlanagerð í borginni, í hverfum borgarinnar. Og þetta er merkilegt mál því að þarna eru sem sagt fá íbúarnir að taka þátt í gerð fjárhagsáætlana. Sem sagt íbúarnir fá að ráða nokkuð mikið það hvernig peningunum er varið, hvernig útflörunni skattpeningunum er varið. Welcome to Silver Eagles. Like I said in the introduction, you are involved in participatory budgeting in New York. You are in Harlem. And you have been working with these projects in New York, but actually you learned about them in Brazil. I think we just need to clarify what we are talking about. What is participatory budgeting? So participatory budgeting is a process, a direct democracy process in which community members have direct control over a public budget. So in New York City, the process is in several council districts in which the council members like Melissa have turned over direct control over a portion of their discretionary funds to this public process. The process is in 5 stages, starting with public brainstorm of which ideas and projects people would like to see in their communities. And then some people volunteer to take those ideas forward and do a lot of research working with the city agencies and with other experts to find projects that are feasible, that have a specific price tag, that are well developed. And then they return those projects to the public, to all the residents in the district, age 16 and up this year, who will vote to select the winning projects. And this is something that has been developed in, well, Brazil, they have this famous example of the city of Porto Alegre, but right. This is something that has been developed in many places now. Right, but in the United States, it's very few cities that have engaged in this process. And I am one of 51 city council members. The city council in New York City is the legislative body. And there is some money that we have available to reinvest in projects in our community. So we see participatory budgeting, at least I do, as democracy in action. Because you're asking the constituents that you represent to have a direct say in how their taxpayer dollars are going to be spent in their community. So we've had a wonderful participation of community residents. We're now in our 2nd year.
The first year we had 4 council members that did it. This year we have 8 council members out of the 51. And at minimum, $1 million are being put back into our communities for what we call capital projects, which could be paving the road, it could be building a firehouse, it could be renovating a playground. So it's really projects that the community needs and the community wants. And it's really, as an elected official, it's really wonderful to see your constituency get more engaged. Because what we've seen in this process is that people that are participating are people that typically are not deeply involved in the political reality of their community or the political reality of the city. And that's the kind of engagement that I want to see happen. So this is about direct democracy. Correct. Exactly. Well, and I would emphasize, actually, that it's really a partnership between sort of the direct democracy aspect and the representatives. One of the beautiful things about participatory budgeting is that the citizens learn more about how the city works, how the city budget works, learn about what council members do, and develop an appreciation for the work they do and how challenging it can be to keep a balanced budget, to prioritize many different needs. And they get to know the council member and the city in a deeper way and form new partnerships. But tell me about Brazil and the different places where this has been used. Yeah. Porto Alegre started over 20 years ago in 1989 in Porto Alegre, as you said. And since then, it's spread throughout Latin America, throughout Europe, and it's almost on every continent now. There's been over 1,500 cities practicing participatory budgeting around the world. And there have been many, many impacts documented, but what Melissa was saying sort of about new people being engaged in the process is really key to the impacts of participatory budgeting. So you take out a part of the budget for people. Of course, you have to pay for the sewers and stuff. And Exactly. Well, there's some things that typically the city's going to pay for, but we also, with the money that we have available to us, it is for to enhance public safety in a community where you can bring security cameras. Like I said, you could improve a playground. You could bring technology into the public school. So it's things that really should be standard in any sort of community life, but because of our budget constraints become more difficult. Therefore, I think it's better for the community to directly have a say in what they would like to see prioritized. And so, again, I think in the United States, at least my experience has been that people become very cynical, about the political process. But in this case, when you bring the government at their door or decision-making at their door, people take ownership for it and really become deeply involved and engaged. And I think that they become better citizens at the end of the day because they're going to hold us accountable as elected officials and make government more responsive to what they need. So it's about empowerment also? Very much so. Absolutely. Very much so. And especially because when you talk about our experience in the community I represent is a low-income community. It is a community of color, primarily Latinos, African Americans. And so when you see people becoming engaged that typically are not, you're empowering communities that have been disenfranchised, again, that feel that government doesn't speak for them. So it's really wonderful to see that level of involvement, people wanting to learn how they can become more involved and have a greater say. One of the things we've seen is that with money on the table, there's something real and immediate and tangible at stake for people. And that reaches a different constituency than folks who are not that interested in electing an official who they don't know if that will, and at the end of the day, that person will meet their needs as an elected official, or different processes that are a little bit more abstract. With money, there'll be a real result at the end of the day, and that appeals to new people. Right. So you think that people actually become better citizens through this process? Very much, because there is that public education aspect of it. You're learning. You're taking a project from the concept to fruition. And so learning and engaging with city officials about what can get funded, what can't get funded, how much time will this take, how much is it going to cost, what agency is involved. I mean, that all really has a deep level of education to it. And again, it informs people on how government works. It also informs them, as Donata said, about what my job and my responsibility is and how I can be a better representative to them and be accountable to them. It really, it does awaken. But isn't this too bothersome for the representatives? It is. It's labor intensive, but this is, at least for those of us, because it's also been bipartisan, right? Because I'm a Democrat, but out of the 8 members that are doing it this year, 2 are Republican. So it's a bipartisan effort where people, that if you really feel, regardless of what party you belong to, that people should be more involved and that government should be much more of a partnership with the people you represent, then this is something you will take on. And no matter how labor intensive it is, you're willing to take the time and invest in it. And it takes time and effort, but that's what democracy is about.
And what we found really is also that the community invests in it just as much as the elected officials. Right. There's an enormous amount of volunteer time that's put in, often folks that really don't have that much expendable time and commit in-kind resources to making sure the process goes through and really take ownership over the process itself as well as the money at the end of the day. So people can bring their initiatives in there. Yes. If you want something. There was an instance of a basketball court or something. Right, that was, well, they start off, I mean, in the four of us that engaged in this process, there were over 2,000 ideas, projects that were generated out of that. And then as you kind of downsize it, it ended up being 78 projects that were on the ballot and that people voted on. And so in my case, there were these two young men that 24 years old that had not been really involved in their community. They saw the flyer that said, if you had $1 million, how would you spend the money? They had lived in a community where the basketball needed improvement, basketball court needed improvement, and they came to the meeting with that idea in mind, and that's the project that they worked on, and they put all of their heart and their soul into it. But based on that experience, and they had never really been involved before, they are now involved in the second year of the process, and they're much more vocal and very much more being able to express their point of view, and that's exactly what this process is about. Do you think we can use this in a city like Reykjavik? I think you're absolutely prepared to do so. There's already many participatory democracy projects in action. We've been learning a lot about Better Reykjavik and lots of other processes. The constitutional process here is very participatory. I think you're ready. Yes. We could learn a lot from you as well as you could learn from us. So it's a partnership, and I think that's why these dialogues are important, is that we can really figure out how government can be better and how government can better serve its constituents. So it's about, well, you influence the way government works, and you also influence your environment, the place you live. And the idea of also not just using it from a budget perspective, but how can you think about participatory policy making, right? How can public policy respond to a constituency being more engaged and more involved? I think that we can also take this concept into other aspects of government, into other aspects of civic life, because again, it is about engaging and having a wider voice represented at the table than a set of select few. So it's really been powerful, and for me as an elected official, it's been very wonderful. In a time of political apathy and little trust, I think that's something needs to be done to rebuild it. Absolutely. It's about changing the political culture in the city, and around the world we've also seen participatory budgeting help redirect resources to communities more in need that had previously been neglected. It's a real social justice project and a real sort of transformation process for a city. And I think that I don't like to use the word apathy, because I say to people, I think when people make an active choice to not get involved, it's a political choice, right? Yes, and as government, we've got to respond to why are people not engaged? Why are people not... If you really are genuinely interested in a democratic process and more participation, then that should be a reflection that something is not right, and we need to readjust. So what can we do to really reactivate, re-energize, and engage people? And this is a process that has shown that it can do that, and I think we should also think about how we can widen it into other aspects of government life as well. So, thank you for being on Silver Ales, Donata and Melissa. Thank you for the invitation. Thank you. Við sýnum nýja syrpu af hinum vinsæla breska myndaflokki Downton Abbey sem gerist upp úr fyrri heimsstyrjöldinni.